Hlúa verður að erlendum fjárfestum eins og æðarfuglum sem koma hingað til lands til að reyta af sér dún og verpa eggjum. Þetta kemur fram í greinargerð sem efnahags- og viðskiptaráðherra sendi innanríkisráðherra í dag. Þar er mælt með því að innanríkisráðherra samþykki kaup kínverska fjárfestisins Huang Nubo á Grímsstöðum á Fjöllum. Í minnisblaði sem efnahagsráðherra sendi innanríkisráðherra í dag kemur fram að erlend fjárfesting sé hluti af stefnumörkun ríkisstjórnarinnar. Kaupandi Grímsstaða á Fjöllum hafi lýst áhuga á því að afsala sér vatnsréttindum og leggja fram jarðnæði endurgjaldslaust til að tengja Vatnajökulsþjóðgarð og þjóðgarðið Jökulsá á Fjöllum. Almannahagsmunir af aðgangi að auðlindum og afnótum af náttúrugæðum væru því afar vel tryggðir með kaupunum og mun betur en ef ekkert yrði af þeim. Ásgeir Jónsson, lektor í hagfræði við Háskóla Íslands, vann álitsgerð fyrir ráðuneytið. Þar segir meðal annars að erlendum fjárfestum sé best líkt við æðarfugla sem sæki í öryggi og ákjósanlega hreiðurstaði. Kunni þeir vel við sig, muni þeir reyta af sér dún til hagsbóta fyrir landeigendur. Ekki sé hægt að ná æðardúni með valdi eða með því að reyta dauða fugla. Fuglinn verði sjálfur að fúsum og frjálsum vilja að tína af sér mýkstu fjæðrirnar til þess að fóðra hreiður sitt. Erlendir fjárfestar muni reyta af sér dún til að hlúa sínum fjárfestingum hérlendis, finni þeir til öryggis hérlendis. Mikilvægt sé að landsmenn einseti sér að skapa hér fjárfestaumhverfi með sanngjörnum og fyrirsjáanlegum leikreglum. Þeir þurfi svo sannarlega á dúninum að halda.